fasastur einnig svo jafnvi. Báðir. Þarna sjáum við Sleipni frá Hverná Dinsson. Línu, hann hefði ekki línu fyrir kvöld og vilja gæsta, þegar hann á miklu flokki. Og svo kemur hér Þrömur Laugur frá Árbólum. Þórðarssonur. Þrömur Laugur með 9 fyrir brott, 8 5 fyrir brott og 6 5 fyrir stein. Sjáum hvaðan hættar honum. Það má eiginlega segja að Jón Kristinn sé knappi mánaðarins. Hann alltaf búinn að gera það gott núna síðustu dagar. Vann hér 5 gangi í meistaradeildinni á eftirminnilegan hátt. Og svo fór hann á ísinn og náði nánast á toppinn þar. Það var frábær árangur á einni viku. Og hér kemur Sleipnir og Jóhann Agnarsson. Og hér verður hann Þrömur Laugur. Við þakkum þeim fyrir. Þakkum þeim fyrir. Þá nú komið að heiðurshesti Suðurlands 2000. Þeir koma hérna aftur í gegn. Það ekki góður leik. Sjáum við þetta. Þrömur Laugur og Sleipnir. Það bara gaman að njóta þess að sjá svona góða hesta. Rúmur á kvöldinu svo jafnir. Fá þá í gegn áður við förum í næsta atriði. Já, láttu þetta heyri, við sjáum þess að gera þetta. Já, nú komið að atriði sem aðeins öðruvísi í sýningunni. En það hefur myndast hefð fyrir því allt frá því að Ólympíuleikarnir hófust, fyrst í Rangárhöllinu, síðan hér í Ölfushöllinu og í Svaðstaðahöllinu á Sauðárkróki, að heiðra frábæran kynbóta hest af eldri kynslóð og í ár það Þorri frá Þúfu sem heiðurshestur sýningarinnar. Og við fáum hér Þorra sjálfan í salinn og það eru þær Theodóra Jóna og Eygló Arnar sem búa í Þúfu, heimasveitirnar í Þúfu sem að koma hér með höfðinginn sjálfan inn á gólfið og afkvæmi hans munu síðan leika listi sínar hér. Hrossin sem fylgjónum í þessu atriði eru Þröstur frá Hvammi sem við sjáum hér, sá brúnstjörnótti sem Vigni Sigurðsson situr. Hann er sonur Þorra og hans 3. hæstækta afkvæmi í dómi. Hann er með 8,59 aðaleinkunn þessi hestur. Móðir Þrastar er heiðursverðlaunarhissan Löpp frá Hvammi. Við sjáum hann hér fyrir miðju núna. Síðan kemur hér grár hestur. Það er Eldfari frá Stóra Ásvísá og það er Árni Björn Pálsson sem situr hann. Hann er hérna fyrir miðju nær núna og móðir hans er Elspíta frá Stóra Ásvísá og hún er Þorra dóttir. En faðir þessa hessi er Huginn frá Haga, þannig að þetta er afabarn Þorra og afkomandi. Svo hér fyrir miðju núna er Þróttur frá Fróni. Þetta er hestur sem er þekktur keppnishestur, setinn af Vörnu í Guðnadóttum. Þau eru búin að gera það mjög gott á keppnisvellinum þetta par. Þau hafa verið Íslandsmeistarar í 12 og 14 í ungmennaflokki meðal annars. En móðir þessa hests, hans Þróttar sem við sjáum hér fyrir miðju núna, er Þorra dóttir sem heitir Góða nótt á Bakkakoti. En Þróttur er hins vegar undir undanvæntan frá Eið. Fjórða hrossið í röðinni er hann Haukur frá Hárlöfstöðum 2. Það eru Edda Rún Ragnarsdóttir sem situr hann. Og faðir hans er Víðir frá Prestbakka
Og Víðir einmitt sonur hinnar eftirminnilegu Gleði frá Prestbakka, Þórðardóttur. Það muna nú allir eftir henni Gleði, þeirri stór glæsilegu hryssu. En móðir Hauks Gerpla frá Hárlaugstöðum 2. Nú, ég held við getum gefið þessum heiðurshesti Hrossaræktarinnar 2012 gott takk, Þorri og þú. Og formaður félags Hrossaræktarins Gunnarsson hér væntanlegur. Við ætlum að fá Indriða, já. Indriða í þúfu til að stíga inn á gólfið og taka við smá viðurkenningu frá okkur. Það er gaman að heiðra þessa frábæru hesta og enn meira gaman að fá það á staðinn og sjá hvað þau líta vel út, eru vel haldnir og góðu standi. Til hamingju með Þorra, Indriði og fjölskylda. Hann hefur nú þegar markað djúpspor í hrossaræktinu og mun gera það áfram. Endilega að fá mynd á þessu. Þetta er bara myndir. Þetta er eitthvað sem er á spjöld sögunar. En á meðan þið nafnar góðir Víðir aðeins fyrir okkur, þá ætlaði ég að lesa umsögn afkvæmi Þorra. Það væri bara gaman að sjá aðeins meira af afkvæmunum í reið og Þorri og þið hinn bíðið þarna bara inn í miðjuna með hann. Þau bera honum gott vitni þessir afkvæmundur hans og Mummi, þú ætlar að lesa dómsorðin. Nú, afkvæmi Þorra frá Þúfu eru stór. Þau eru svipmikil og fríð á höfuð, hálslöng og herðagóð. Bakið er vöðvafyllt og þokkalega mjúkt. Afkvæmin eru langvaxin og loftá og fax og tagl er afar ræktarlegt. Fótagerð er slök og réttleiki er í meðallagi, en hóvar afbragð. Afkvæmin eru fjölhæf í gangi en stundum skortir á mýkt í hreyfingum. Þau eru ágætlega viljug og samstarfsfús og fara afar vel í reið. Þorri gefur glæsileg og fasmikil hross. Hann hlýtur heiðursvölu fyrir afkvæmi og fyrsta sætið. Þetta er afkvæmi frá, þetta er sem sagt úr landsmótinu í... Þetta var 2002. 2002. Þegar hann stóð eftir heiðursvöluna hesta. Við skulum gefa Þorra frá Þúfu gott klapp. Hann er ekki döður frá Þúfu enn, frú gamli. Nei, hann er líflegur og vel haldinn og við eigum sínum gott vitni, gott atlandi. Vigni, þú bara ríður fyrir þínum hóp. Stelpunni, þið getið bara farið með klárin út en þið virkindi, bara... Þetta er alveg nokk. Þetta voru sem sagt heiðurshesturinn í ár, Þorri frá Þúfu og afkomendur hans. Glæsilegur hópur og hann fylgir hér og bætist í hóp þeirra hesta sem heiðraðir hafa verið í þetta tilefni. Það eru hestar eins og Kjartan frá Miðsíðu, Orri frá Þúfu, Oddur frá Selfossi, Kjarval frá Söðakróki og Gustur frá Hóli núna síðustu helgi. Og svo núna Orri frá Þúfu, sannkallað heiðurshestar. Það er líka gott að djamma og djúsa í Ölfushöfninni. Þeir gengur í góðu stuði. Var í klappið. Höstur á klappi, heiður hópinn. Góður fyrir þetta klapp á klappi. Og resni. Síðan eru skemmtisöfnin Þróttur frá Sóli, Hildur frá Hálfhölstu
og eldfæri frá Stóra Ásgeirsá. Og hér kemur hann kvöldarinn Mútur Þórður frá Flóni og Mútur frá Háskólastöðum Sara eftir. Sjáðu þið Hugason, sjáðu það! Þetta helfæri í skeiðin og Þröstur. Já! Hafið þið heila þakk fyrir. Hvað þýðir að hafa heila þökk fyrir? Við erum eitthvað í boði að fá hálfa þökk. Já, það ef vel gert að þá það heil þökk, en hafið þið þökk fyrir, það bara svona hálf þökk. Já, ok. Þá vitið þið það. Nú túlkum við þetta hérna frá. Það getur líka verið þá kannski 1/3 þökk. Já, 1/3 þökk, já. Jæja, þá það Leiknir frá Akurstöðum með afkvæmi. Já, það semst afkvæmi hans sem kom í salinn. Það eiga að koma hér 4 hross. Og hér eru þær komnar, þetta eru allt hrissur, þetta eru dætur Leiknis frá Akurstöðum. En það munar nú allir eftir Leikni sjálfum. Mikill stólpagæðingur, farsmikill töldari sem hann erfir vel frá sér. Og Leiknir var sjálfur Íslandsmeistari í tölti árið 2009 og með 120 stig kynbótamann fyrir tölt, 121 fyrir brott og 124 stig fyrir fegur í reið. Það hafa mörg athyglisverð hross komið fram undan Leikni undanfarin ár. Það má til dæmis nefna Korn frá Ingólfshvoli sem sló svo eftirminnilega í gegn á síðasta landsmóti og hér í meistarabreddunni. Einnig hissuna Ölu frá Sólvangi sem að finna í Danmörku og hefur staðið sig vel þar í keppni í tölti og B-flokki. En við skulum kynna þau hross sem hér eru mætt til leiks. Hérna fremst fyrir hópnum er glæsihissar Flétta frá Árbakka, setin af Flosa Ólasinni. Eigendur hennar eru Árbakki hestar EHF og hún undan hrissunni Flugu frá Garði. Sjáðu þið þessa glæsilegu tölthrissu hér. Hún hefur hlotið í dómi nú þegar 9 fyrir tölt, 9 fyrir brott, 9 fyrir fegur í reið og 9 fyrir vilja og geðsla, hvorki meira né minna.